Þá vil ég milli liða í fundargerð þess að dagskrárfyrirgefi, þá vil ég taka fram að bæjarfulltrúi Sigríður Huld og Eiríkur Björn þurftu að taka flug suður og hafa yfirgefið fundinn. Þannig að næsta mál á dagskrá 5. liður í útsendri dagskrá, vinabæir og erlend samskipti. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ágætt að ég mun ekki tala beint til sérstaka bæjarfulltrúa með síðustu ræðu mína, allavega ekki strax. Allavega, í október 2014 stofnaði bæjarráð starfshóp erlend samskipti sem skipað var að eftirtöldum bæjarfulltrúum. Silja Dögg Baldursdóttir, Logi Már Einarsson, Margrét Kristín Helgadóttir og Njáll Trausti Friðbertsson. Þeim til aðstoðar voru Sigríður Stefánsdóttir fyrrverandi verkefnisstjóri samskipta og Katrín Björg Ríkharðsdóttir aðstoðarmaður bæjarstjóra. Samkvæmt erindisbréfi var hópnum falið að móta tillögu að grunnstefnu og áherslum í erlendum samskiptum, meðal annars vinabæjarstarf, norðurslóðasamskipti og aðild að Northern Forum, móttöku flóttamanna og önnur erlend samskipti. Hópnum var falið að skoða hvar erlend samskipti eiga best heim í stjórnsýslu Akureyrarbæjar og undir hver nefnd þau ættu að vistast til framtíðar. Hópnum var falið að vera bæjarráð og bæjarstjóri til ráðgjafar í erlendum samskiptum, meðal annars vegna erinda sem varða erlend samskipti. Hópurinn hafði til grundvallar í vinnu sinni greinargerð fyrir fyrri vinnuhópa vinabæjarsamskipti og önnur erlend samskipti og byggir tillögu sína að stefnu á sömu áherslum. Við mótun þeirra tillögu sem lögð var fram var leitast við að hafa stefnuna stutta en þó útskýrandi og upplýsandi þau erlendu samskipti sem þegar eru til staðar. Í tillögunni komið að öllum þeim þáttum sem fram koma í erindisbréfinu. Hvað síðasta atriði varðar, það ráðgjöf vegna erlendra samskipti, vísar vinnuhópurinn til þeirra áhersla sem lagðar eru til og verða lagðar. Sveitarstjórnarmál, jafnrétti, umhverfi og norðurslóðir. Í tillögu vinnuhópsins segir: Akureyrarbær á að vera virkur í alþjóðlegu samstarfi. Það starf á að byggjast meðal annars á þeim vinabæjarsamskiptum sem þegar eru fyrir hendi og vel hafa gengið, á samstarfi á norðurslóðum og í þátttöku í tímabundnu starfi og verkefnum. Leiðarljós. Leiðarljós í erlendu samstarfi að læra af samskiptum við aðrar þjóðir, miðla reynslu og stuðla að því að ný viðhorf, vinátta og skilningur berist og efli milli þjóða, sveitarfélaga og íbúa þeirra. Samskiptin eiga ekki eingöngu að byggjast á samskiptum yfirstjórnar heldur einnig á samskiptum á milli íbúa. Megináhersla í vinabæjarsamskiptum á næstu árum lögð á samstarf innan norrænu vinabæjarkeðjunnar og störf tengd norðurslóðamálum. Starfið verður grundvallað á þeim hefðum sem hafa skapast en jafnframt reynt að finna nýja leiðir til að efla kynni og ferðir milli bæjanna. Önnur vinabæjarsamskipti sem þegar hafa verið ákveðin skal setja í ákveðna farveg en verið hefur. Í ákveðnari farveg en verið hefur. Lögð áhersla á að vinabæjarsamskipti geti verið með ólíkum hætti, mismikil og taki mið af aðstæðum, ástæðum og tengingu við einstaka bæi og borgir. Ákvarðanir ný vinabæjartengsl skulu vera vel ígrundaðar og hugsaðar til langs tíma. Megináhersla verður lögð á vinabæjarsamskipti sem snúa að sveitarstjórnarmálum, málefnum norðurslóða, jafnrétti og umhverfismálum. Fyrir utan vinabæjartengsl og erlend samskipti sem ákveðin á bæjarstjórn fyrir Akureyrarbæ jákvætt að einstaka deildir, stofnanir vinni verkefni og efni til samskipta á sínu verksviði. Mikilvægt samt að yfirsýn sé fyrir hendi samskipti og verkefni innan bæjarkerfisins. Akureyrarbær þáttakandi í norrænu vinabæjarkeðju með Álasund í Noregi, Lahti í Finnlandi, Rannes í Danmörku og Vestros í Svíþjóð. Í því samstarfi hefur megináherslan verið lögð á ungmennaskipti og tengslamót yfirstjórnir sveitarfélaganna. Þess utan taka margar deildir bæjarins þátt í fundum og ráðstefnum með vinabæjum. Annað vinabæjarsamstarf hefur komið til með ýmsum hætti. Samstarf Akureyrar við vinabæi á Vestur-Norðurlöndum og í Færeyjum, Narsaq á Grænlandi, Kujuvík og nú Kujuvík í Grænlandi. Fyrst og fremst hugsað sem samstarf nágrannalanda með áherslu á söguleg tengsl.
Samstarf við Gimli í Kanada er einnig byggt á sögulegum tengslum vegna fólksflutninga þangað á 19. öld og snemma á þeirri 20. Það sama má segja tilraunastarf við Curitiba í Brasilíu. Vinabæjasamstarf við Múrmansk í Rússlandi er tilkomið vegna viðskiptatengsla en er einnig mikilvægt í tengslum við norðurslóðamál. Í gildi samningur við Denver í Bandaríkjunum þróun vinabæjastarfs og gildir núverandi samningur út þetta ár. Akureyrarbær leggur ríka áherslu á virka þátttöku á norðurslóðamálum innan lands sem utan, meðal annars með aðild að samtökum sem tengjast norðurslóðum. Leggja þarf áherslu á að Akureyri verði miðstöð norðurslóð Íslandi og marki sér sérstöðu að leggja áherslu þróun og þekkingu þar á meðal öryggismál. Vörumerki Arctic Akureyrir er samnefnari alls norðurslóðastarfs á Akureyri og Akureyrarbær heldur utan vefsíðu með yfirliti yfir norðurslóðastarf í bænum. Northern Forum eru samtök samstarfssvæði á norðurslóðum eflingu byggðar og mannslífsgæða. Markmiðið með aðild Akureyrarbæjar er að skapa sér sérstöðu sem alþjóðlegur norðurslóðabær. Norðurslóðanet Íslands er samstarfsvettvangur stofnana, fyrirtækja og félagasamtaka á Íslandi sem vinna að málefnum norðurslóða. Skrifstofa Norðurslóðanetsins er á Akureyri og gerist Akureyrarbær aðili að netinu vorið 2015 í því skyni að styrkja Akureyri í sessi sem miðstöð norðurslóða. Megináhersla Akureyrarbæjar í norðurslóðasamstarfi er sveitarstjórnarmál, jafnrétti og umhverfismál. Í stefnudrögum er fjallað móttöku flóttafólks og minnt á það að Akureyrarbær telur að þær þjóðir sem geta verða að axla ábyrgð og gera sitt til að létta á vanda flóttafólks. Fullur vilji er hjá Akureyrarbær að leggja sitt lóð á vogarskálirnar og greiða fyrir því að flóttafólk verði sköpuð ný og góð lífsskilyrði. Fyrir utan það sem talið hefur verið hér upp á Akureyrarbær í ýmsum erlendum samskiptum, svo sem aðild að samtökunni Mayors for Peace og þátttöku samstarfsverkefnum í gegnum styrkjaáætlanir. Þá tekur bærinn á hverju áramóti fjölda erlendi gesta sem koma til að kynna sér starfsemi bæjarins. Gríðarlegur fjöldi boða þátttöku á fundum og ráðstefnum berast inn á borð bæjarins og er það tillaga vinnuhópsins að megináhersla í þátttöku á fundum og ráðstefnum sem ekki tengjast vinabæjasamstarfi og verkefnum einstakra deilda eða nefnda skuli miðast við sveitarstjórnarmál, umhverfismál, jafnrétti og norðurslóðir. Mig langar aðeins að nefna í lokin bara svona mitt persónulega álit að mér finnst svona samstarf gríðarlega mikilvægt og við aðra bæi og bara út í heim. Ég hef sjálf verið svo heppin að taka þátt í norrænu samstarfi og lært alveg helling og ákveðna hlutir sem við getum tekið með okkur heim eftir svona ráðstefnur og fundi og það má nefna þróunarleiðtoga sem við ætlum að innleiða hjá okkur. Það kom upp í norrænu samstarfi jafnrétti og var sett núna inn í jafnréttisáætlun og við erum enn í sambandi við tengiliðin okkar í Svíþjóð og erum að fá fram upplýsingar til að hjálpa okkur við þessu innleiðingu. Það eru gríðarleg tækifæri í samstarfi sem þessu og við eigum að nota enn meira og skoða ennþá betur hvað hinir eru að gera og hvað við getum fengið frá öðrum svo við séum ekki alltaf að finna upp hjólið sjálf. Eins með Nóu, mér finnst það mjög flott samstarf, ég hef líka fengið að taka þess þátt í því. Þetta er samstarf á milli pólitíkusa, embættismanna og ekki síður ungmennina. Og á þessum fundum skapast oft mjög góðar umræður og ekki síst tengiliðir við fólk frá öðrum þjóðum og öðrum bæjum sem eru ekki síður mikilvægir. Og sérstaklega mikilvægir fyrir lítinn bæ með stórt hjarta eins og okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Trausti Friðbjörnsson, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúi Silju Dögg fyrir hennar mál hér. Ég sat ásamt henni eins og kom fram með henni og bæjarfulltrúa Loga Má og þáverandi bæjarfulltrúa Margréti Kristínu og í þessum hópi og samt starfsmanni sveitarfélagsins Sigríði Stefánsdóttir og Katrínu Björgu Ríkharðsdóttir og eins og bæjarfulltrúi Silja Dögg fór í gegnum þessa punkta
að þá mótaði hópurinn áherslur í erlendu samskiptum sveitarfélagsins og það sem voru svona 4 stoðir undir þessu erlendu samskiptum sem eru þá sveitarstjórnarmál, norðurslóðamál, jafnréttismál og umhverfismál. Og þá var þetta líka hugsað þá út frá því í hvað málum við erum að vinna og hvernig við sjáum fyrir okkur svona ímynd bæjarins og hvað við höfum verið að byggja upp. Svona hvað gerir okkur svolítið svona sérstöku varðandi í svona efnisvali á þeim málum sem við viljum tala fyrir út af við, sveitarfélagið. Og þar kannski kemur norðurslóðamáli mjög sterkt í gegn, þá í gegnum Háskólann Akureyri, PAM og KAF og Vilhjálm Stefánsson, stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Norðurslóðanettið og allir þessi góðu starfsemi sem eru unnið hérna í bænum og hefur verið unnið að sjálfst í ykkur 20 ár. Það nær mjög langt aftur og ég man rétt, þá eru ótrúlegu fjöldi starfsmanna við Háskólann Akureyri sem kemur að þessum málaflokki með einhverjum hætti. Og við viljum einmitt ýta undir þetta samstarf og við, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Silju Dögg, þá höfum við átt í svona vinabæjar samvinnu við sveitarfélög á Norðurlöndunum, svona elst nærða þar við þessi sveitarfélög. En það sem kannski, nú ég nýkomin frá Múrmansk, sem við erum með vinabær Múrmansk og þeir buðu öllum bara sínum vinabæjum sem eru vítt og breyttur um heiminn til sín. En þeir eru miklu samstarfi samt kannski þetta mest við Tromsø í Noregi, Luleå í Helsingjabotni nyrst í Svíþjóð, þar sem þeir geyma sína ísbrjóta, Svíarnir, 4 talsins, og Rovaniemi. Og það var satt að segja svolítið áhugavert að hitta fulltrúa frá þessum sveitarfélögum þarna daginn. Og þegar við erum kannski gamli grunnurinn að vináttu, eða sem sagt þessu samskiptu við vinabæi, að þarna eru kannski bæir sem við ættum miklu meira sameiginlegt með í dag, heldur en það sem var fyrir 50-60 árum, bara svona til að koma því að. Þessi sveitarfélög eru mikið að vinna í nákvæmlega þessum málum sem við erum að telja hérna upp, umhverfismálum og norðurslóðamálum. Og náttúrulega almennt á Norðurlöndunum eru jafnréttismáli mjög sterk inni líka. Þannig að maður sá mjög sterka fleti við þetta og eins og við Tromsø sem eru að mínu viti ætti að vera fordæmi íslenska stjórnsýslu hvernig að byggja upp svæði. Þannig að þeir bara ákváðu það fyrir einhverjum áratugum, sjálfst upp úr 1960 að þeir myndu byggja upp háskóla í Tromsø og stórt og öflugt sjúkrahús. Þannig að þetta er eiginlega mjög svona sambærilegt með það sem við höfum verið að, og maður myndi vilja sjá á Íslandi, þá væri þetta er svolítið sameiginlegt hlutverk. Þannig að mér fannst þegar við tölum ef maður talaði við fólkið að úti í Múrmansk frá Tromsø, það var bara mjög áhugavert. Og þau voru að tala nákvæmlega sömu hluti og við erum að eiga við í þessu sveitarfélagi. Gagnvart stjórnsýslunni og höfuðborgarsvæðinu. Þar sem þau eru eiga við þeirra stjórnsýslu og síðan Oslo og nágrenni. Í Múrmansk búa sem sagt, og þeir líta svolítið á sig sem höfuðborg norðurslóða, Múrmansk, það búa 300.000 manns, eða 8% af þeim 4 milljónir sem búa norðan við heimskautsbaug í heiminum. Og þannig að þetta var svolítið áhugavert. Og svo fannst mér líka sem kom fram sem áhersla í hópnum varandi til að vekja ennþá meira á athygli á því sem við erum að gera hérna, þetta Arctic Akureyri, sem menn eru byrjar að vinna með og ég hef séð í kynningarefni frá bænum og við hefum kannski að halda svolítið á lofti einmitt í þeirri vinnu og ýta undir það sem háskólinn er að gera og vinna þetta svolítið saman. Ég fór sjálfur á Arctic Circle í fyrra og var þarna í 3-4 daga og þetta er enda bara með áhugaverðari dögur sem maður eru átt í sjálfu sér. Og ég endilega hvetja fólk ef það tækifæri til að komast að þá ráðstefnu, þess að það er ákaflega áhugaverð erindi sem flutt þarna og vera þarna í 3-4 daga að kynna sér þessi mál var alveg einstakt. Þess að þá, til dæmis á Arctic Circle í fyrra, þá snerist þetta svo mikið umhverfismál og orkumál á norðurslóðum. Þannig að
við eigum bara að vera duglega að taka þátt í og kynna okkur þessi mál sem geta svona, hjálpað okkur og ég held bara geta byggt upp og ég sá ýmsa flyti til þess bara eftir að fara til Múrmansk á samvinnu við Múrmansk raunverulega á ýmsum sviðum. Það kom til hans óvart það var haldin ráðstefna að það verið einn dag og þar var til hans kynning á háskólanum í Múrmansk, Arctic University og þar kemur einn glæra sem að svona yfir hvar fólki nemendurnir í þeim háskóla hefði áhuga að vera í námi erlendis. Og Noreg kom mjög sterkt, mjög margir þar og til Bandaríkjanna, Múrmansk bara 200 km frá landamærunum við Noreg. En það sem kom mér óvart að í 5. eða 7. sæti yfir erlend lönd sem þau eru áhuga að læra í, það var Ísland. 15,6% íbúana, nemendanna við háskólan, 15,9% nemendanna við háskólan hafði áhuga að læra á Íslandi. Mér þótti þetta bara stórmerkilegt. Hann sjálf kom svona eitthvað óvart í að sitja undir svona fyrirlestri eins og þetta. Þannig að það er ýmist tækifæri. Þannig að mér fannst þetta mjög gott þarna. Þetta var einu af fyrst skipti sem ég kemst á eitthvað svona vinabæjarmót eða eins og þarna var Múrmansk til aldarafmælis borgarinnar að bjóða sínum vinabæjum og mér finnst ég læra mjög mikið á þessu og náttúrulega málefni sem maður hefur bara mikinn áhuga á sem eru norðurslóðir og umhverfismál. Og það sem kannski, og maður vil kannski líka hugsa smá praktík, það sem er smá praktikal í þessu, að auðvitað þetta mjög gott að eiga góða samvinnu við og eiga gott sambandi við vinabæina og allt það, en ég vil líka spyrja þá bara hvernig getum við nýtt okkur betur þessi erlendu samskipti bara í rekstri sveitarfélagsins og raunverulega í svona stærra samhengi bara til að styrkja atvinnulíf í bænum, styrkja háskólan, styrkja sjúkrahúsið, einhverju svona fleti sem geta farið með lengra í þeim málum. Og raunverulega finnst mér hitt atriði kannski að mikilvægt að raunverulega vinna og skoða þá möguleika hvernig atvinnulífi í bænum og háskólan Akureyri getur komið inn í svona vinnu með okkur. Hvort með sjá okkur að fleti á því. En það var mjög skemmtilegt, við funduðum nú bara tiltölulega oft í þessum hópi þessa stefnu Akureyrarbæjar í erlendu samskiptum og náðum því að gera þetta mjög hnitmiðað, bara vekja sérstaklega athygli á því, þetta eru 3-4 síður sem bara til eftirbreytni að mér finnst. En ég held sér ekki spurning að við höfum að nýta okkur alla þessa kosti sem við eigum í þessu samstarfi og hvaða möguleika við eigum reynilega bara í svona stærri myndinni og hvernig við getum farið með þetta ennþá lengra. Og hvernig líka þessi mál þróast með árunum, vegna þess að eins og ég sagði áðan að ef við værum kannski að velja okkur vinabæ í dag á Norðurlöndum, þá myndum við kannski hugsa þetta aðeins öðru sig heldur en mann gerði fyrir 50-60 árum eða hvað þetta er. Vinabæin á Norðurlöndum byrja sem þetta kemur í skjalinu fyrst og fremst vegna þess að eftir að byrja í Svíþjóð þegar að Svíar fara að bjóða svona ákveðna vináttu samband við Finna eftir seinni heimsstyrjöld. Þannig að það er svona grunnurinn að þessu starfi. En þetta er mjög áhugavert. Takk. Bæjarfulltrúi Karl Trausti Friðriksson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara fagna því að þessi stefnumótun sé komið fram. Mér líst vel á þessa stefnu, drauga stefnu sem hér liggja fyrir og þakka bara fyrir þá vinnu sem er lögð í þetta. Tek undir með bæjarfulltrúan Njáli með það að það er mjög mikilvægt að við skoðum praktíkin í þessu. Það er að segja hvernig við getum nýtt þetta samstarf sem er verið að móta hér. Þannig að það komi okkur að notum í stjórnkerfinu og fleiri þáttum. Svo minni ég bara á það að þegar við fáum heimsóknir frá þessum vinabæjum okkar að þá eru erlendir gestir að koma hér í bæinn.
og ég hef stórar áhyggjur af því að þeir sitji fastir í umferðarteppu á einfaldri Glerárgötu. Og þess vegna legg ég til að Glerárgötan verði friðuð. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir þessi ágætu orð. Áskorun móttöku. Já, fyrirgefi. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Fyrstandi ágætu bæjarfulltrúar, allt svolítið erfitt að koma á eftir svona góðum brandaramanni. Það bara eitt stutt, sko. Mér finnst þetta bara ægilega fín skýrsla og ég þakka starfshópnum fyrir bara vel unnið starf og hnitmiðað og flott. Ég var með svona spurningu, sko, sem ég fannst nefnilega svo flott leiðarljósið þegar ég má vitna í tillöguna að, með leyfi forseta, í erlendu samstarfi er að læra að leiðarljósi í erlendu samstarfi er að læra samskiptum við aðra þjóðmiðla reynslu og stuðla því að ný viðhorf, vinátta og skilningur berist og eflist á milli þjóða, sveitarfélaga og íbúa þeirra. Samskiptin eiga ekki eingöngu að byggjast á samskiptum yfirstjórna heldur einnig á samskiptum íbúa. Mér langar bara að heyra meira þennan íbúavingil því mér finnst það bara mjög flott og eitthvað sem og hvernig bara þið í starfshópnum sjáu það fyrir ykkur að fókusera á þessi samskiptum milli íbúa því ég held að það sé alveg frábært. Og svo langaði mér bara að segja að mér finnst að við ættum að gera kröfu á þau okkar sem að fara í ferðir á vegum sveitarfélagsins, eigum að það sé gerð krafa til okkar að við miðlum því sem að við höfum fengið, sem sagt, þeim svona upplýsingum og því sem við höfum svona fengið út úr ferðinni. Og að því að við erum ekkert að senda, ég menn við förum ekkert öll alltaf eitthvað og maður er oft bara ótrúlega spenntur fyrir að heyra svona bara og fá bara svona smá greinagerð af því að þú veist þá getum við öll svona aðeins grætt á því á hverju einu okkar sem fer út. Það var eiginlega eina sem ég langaði svona að koma á framfæri sem eiginlega bara tillögu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk við lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara líkt og sem að koma undan mér taka undir að þetta mjög vel unnið stefna og fagna henni. Það nokkur atriði sem að mér finnst skona kannski eitthvað sem að við það kemur fram í þessar skýrslu að ákvarðanir ný vinabæðatengsl skuli vera vel ígrundaðar. Svo ég vitna beint í skýrsluna og það kannski vel að svo sé vegna þess að ég tel að þetta sé mikilvægt að við tökum mjög ígrundaðar ákvarðanir að taka upp slík vinabæðasamskipti. Það hefur verið rætt hérna í bæjarstjórn nokkrum sinnum og bæjarfulltrúi Logi hefur stundu vakið athygli á því meðal annars sérstuð þess að við stofnum á síðum tíma vinabæðasamskipti við Denver sem að kom eingöngu til vegna þess að ég man rétt að flugfélag Icelandair fór að fljúga til Denver og þá var komið á þessu vinabæðasamskiptum. Vissulega erum við þarna skíða lönd og kannski eigum við eitthvað sameiginlegt en þetta er svona datt eiginlega bara inn á borð bæjarins og eins var það með Curitiba sem er svona eitthvað sem að svona kannski kom einhvern veginn í bakdyramenn inn þarna. Það var kannski ekki teknan einar sérstakar langar umræður þessi nýju vinabæðasamskipti en einhvern sér þá tel ég að við séum þá bara komið með einhvern pakka sem að við eigum að halda í og ég held að þetta sé mikilvægt að læra hvert af öðru og varðandi norðurslóðasamstarfi þá hafði ég verið færi á að fara á vegum bæjarins til Alaska á síðasta ári og þar sá maður í hversu mikið og hvernig þessi norðurslóða samfélag líta á Akureyri sem mikilvægan hlekk í þessu samstarfi. Það kom mér eiginlega mest á óvart hvernig svona hvað Akureyri í rauninni gildandi í þessu samstarfi og þeir líta upp til Akureyrar. Og það held ég sé ekki síst að þakka að við erum með mjög öfluga norðurslóða rannsóknir og norðurslóða setur í háskólanum sem að svona gerur okkur gildandi í þessa umræðu. Og fyrrverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson talaði mjög gjarnan það hvað sem að kom í þessu norðurslóða samstarfi
Háskólann á Akureyri og Akureyri, þannig að ég held að við séum og eigum að vera að halda þessu samstarf áfram og bæjarfulltrúinn Njáll kom akkúrat inn á það að hann hafi farið til Múrmansk daginn. Það sem ég finnst kannski líka mjög skemmtilegt eða sérstakt í þessar stefnu sem ég fagna, það er akkúrat að vera með þetta með móttöku flóttafólks. Að við erum, sem sagt, segir í stefnunni orðrétt að Akureyrarbær telur að þær þjóðir sem geta verða að axla ábyrgð og gera sitt til að létta og vanda flóttafólks. Fullu vilji hjá Akureyrarbær til að leggja sitt lof á vogarskálarnar og greiða fyrir því að flóttafólki verði sköpuð ný og góð lífsskilyrði. Þetta finnst mér bara metnaðarfullt að hafa inn í þessari stefnu og við Akureyringar höfum sýnt með móttöku flóttamanna fyrir þessu ári að við höfum gert það afskaplega vel og maður finnur það að þessi nýju íbúar okkar samfélags eru ánægðir með það sem þeir lífsskilyrði sem við höfum skapað hér í þessu samfélag okkar og ég held að þegar framlíða stundir þá eigum við bara alvarlega að hugsa það að við getum alveg tekið á móti fleirum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held við séum öll aðtýpur með við svefngalsann sem búin að myndast á þessum fundi hjá okkur í dag. Og ég ætla sjálfsög að þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir að koma gleragötunni inn í erlend samskipti. Þetta fari í sögubækur held ég. Ég ætla bara aðeins að koma inn til að svara Sóley, bæjarfulltrúa Sóley, varðandi það hvernig almennir íbúar geta tekið þátt. Og sko, hugmyndirnar eru til dæmis eins og þegar við fengum gesti, þá getum við kannski haft opinn íbúafund þar sem að allir geti tekið þátt sem vildu og hefðu áhuga á. Og einnig bara það sem við lærum þegar við förum út, að við getum innleitt það til okkar sem getur bætt hag bæjarbúa og þjónustu íbúa. Novu, það til dæmis, Novu er sem sagt, þetta vinabæjarmót og þar bjóðum við ungu fólki sem eru almenni íbúar að taka þátt, bæði til að taka á móti fólki, öðrum unglingum eða ungu fólki sem kemur hingað og eins til að fara út í heimsókn og þar fara oft frá mjög góðar og flottar umræður og þau læra helling á þessum fundum, bæði sjá hvað hinnir verið að gerast í hinum vinabæjunum og eins geta þau kennt hvað gerast hér. Það var svo sem ekkert meira sem ég ætla að bæta við núna, bara að þakka fyrir þessar umræður. Takk. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þess að enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá segjum við þessar umræður lokið vinabæju og erlend samskipti. Og Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri þurfti að víkja að fundi, fara suður, þannig við tökum skýrslu bæjarstjóra af dagskrá og í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundagerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 8. og 15. september, bæjarráð 8. og 15. september, framkvæmdaráð 7. september, íþróttaráð 1. september, kjarasamningsnefnd 12. september, samfélags- og mannréttindaráð 8. september, samstarfsnefnd ferlimál fatlaðra 12. september, skipulagsnefnd 14. september, skólanefnd 5. september, stjórn Akureyrarstofu 8. september, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 31. ágúst, umhverfisnefnd 13. september og velferðarráð 7. september. Hægt að nálgast fundargerðina á heimasíðu bæjarins. Undir stjórnkerfi og fundargerðir þá segjum við fundi slitið klukkan 20:00.